Herðu, það var fundur í Washington, það voru, 7 Evrópuleiðtogar sem mættu þar, fyrir utan Zelenský og það var fundað þarna í ýmsum herbergjum og skeggrætt og Trump hringdi í Putin en við erum bara ekkert svo mikið nær hver staðan í þessum málum, hvort það sé vona á frið í Úkraínu og á hvaða forsetum hann væri. Hilmar Þór Hilmarsson, hann staddur í Bangkok, allt annars staðar í heiminum, en hann hérna á línunni. Blessaður Hilmar. Vertu. Hvað ert þú einhverju nær hvort það hafi þokast nær fríði eða einhverju tilteknu samkomulagi eftir þessa fundi í Washington í gær? Nei, ég það í raunverulega ekki. Ég menn þetta náttúrulega voðalega margt óljóst í þessu og það sem hefur breyst það að nú komið beint samtal við Putin og hann kom til Alaska og reyndar mjög umdeilt og sjokkeraði leiðtoga Evrópu sem hafa sagt að það ekki að tala við stríðsglæpamann sem Putin. En alltaf það hefur breyst að segja að hann búinn að koma til Bandaríkjanna og hitta Trump og Trump virðist líta svo á að persónuleg samskipti og persónuleg vinátta geti skipt mjög miklu máli í þessu samskiptum. Ég held að hann ofmeti það töluvert mikið. En hann búinn að tala það, ekki rétt hjá mér að þú fylgist nú með þessu líka, að Úkraína verði að afsala sig í Krímskaganum sem reyndar mann fyrst eilgjörn að vera ljóst fyrir löngu síðan og síðan líka að Úkraína verði hlutlaus, hún fari ekki í NATO, en það ekkert mikið meira. Við vitum að kröfur Putin eru miklu meiri heldur en þetta. En mér skilst að Trump hafi talað við Putin eftir fundin með Zelenský og svo með þessum leiðtogum Evrópu. Evrópa ennþá, og forseti Frakklands og kanslari Þýskalands eru ennþá að tala bara vopnahlé án friðarsamnings. Og ennþá verið að tala herta refsiaðgerðir eins og séu ennþá að binda vonir með að það geti verið nóg. Þetta svona ruglingslegt, það ekki búið að mæta kröfum Putin fyrir friðarsamningum. Putin samt enga kosti en hann tekur símann þegar hann talar við Trump og talar við hann. Það sem ég vandræði með Hilmar að ég sé ekkert samræmi milli þess sem að Trump segir og svo Evrópuleiðtogarnir. Trump segir að það verður koma friðarsamningi en þau tala vopnahlé. Hann segir að Úkraínumenn verði bara að sætta sig við orðin hlut í stríðinu sem að þýðir líklega það að Rússar halda bara þeim löndum sem hafa náð undir sig. Trump segir að Bandaríkjamenn séu eiginlega að fara út úr þessu, að þeir ætli aldrei að senda inn friðargæsluliða og þeir eru ekki til í að leggja inn einn vopn, að Evrópa megi kaupa vopn af Bandaríkjamönnum og senda til Úkraínu þau vilja, en Bandaríkjamenn séu hættir. Evrópumenn leiðtogarnir tala hins vegar eins og þeir séu að reyna að halda Bandaríkjunum inn í einhverju hópi hinna viljugu ríkja eða hvað þeir kalla það. Þannig ég bara næði þessu ekki saman einhvern veginn. Nei, en þetta óttalegt rugl. Það ekki skrítið þó mér ruglist í þessu. Þetta náttúrulega óttalegt rugl. Málið það að Trump byrjaði að tala friðarsamninga eftir að Putin kom. Og Putin hefur greinilega tekið tími að skýra út fyrir Donald Trump að friðarsamninga væru það sem þyrfti en ekki vopnahlé eins og leiðtogar Evrópu hafa alltaf verið að tala og það var sagt að hefði verið sjokkerandi fyrir leiðtoga Evrópu að heyra Trump allt í þessum friðarsamning en ekki vopnahlé. En auðvitað það skrítið að Evrópuleiðtogar sé að tala vopnahlé því að það er búið að liggja frá því í júní 2024 að Putin hefur algjörlega neitað að vopnahlé. Það er búið að liggja fyrir mjög lengi. Þannig að ekki skrítið þó að menn ruglist í rýminu í þessu máli. En Trump allavega. Já, það meira til, Hilmar, ég get bætt við meiru, að það annað sem að Evrópuleiðtogarnir tala herta refsiaðgerðir gegn Rússlandi ef að þau fari ekki að þeirra vilja. En mér finnst nú Trump eiginlega hafa afskrifað það eiginlega, sagt að það verði ekki fleiri. Og hann einhvern veginn allt annar leið, það eins og hann sé að semja innkomu Rússlands inn í svona heimshagkerfið og svona alþjóðleg samskipti á meðan að Evrópa vill fá uppgjafarsamninga við Rússland. Þetta fer ekki saman. Og ég held að Trump sé búinn að átta sig á því að þessi secondary tariffs gengur ekki upp og með því að
hann var búin að setja frestelt í 8. ágúst og þá myndi hann leggja á refsitolla á Rússland, en með því að boða til fundarins í Alaska þá losnaði hann við að þurfa að standa við það, því að hann hefur verið að setja svona einhverja deadline, svo eitthvað hann hefur verið setja eitthvað svona tímamörk á það, nú verið þetta gert, en síðan hefur hann fallið frá því og hann alltaf getur ekkit sett þessar secondary tariffs og þessar tolla sem eru tollar ekki á Rússland sem engin viðskipti við heldur Indland og Kína aðalega og eitthvað Brasilíu, það gengur ekki upp, hann er búin að slá það út á borðinu og hann er að reyna að finna samningsflöt við Putin, en Evrópuleiðtogarnir eru að fara alveg í þveröfuga átt, þeir eru að tala um hertari refsiaðgerðir, bara vopnahlé á þess að svara kröfum Putin. Þannig að þeir eru einhvern veginn að draga lappirnar og virðast ekki vilja semja, koma með alls konar útspil sem að kemur í veg fyrir að þetta byrja raunverulega samningsviðræður. Trump fer í gang með eitthvað sem getur stuðlað samningi eða byrja á því, en hann gefur náttúrulega ekki allt eftir í einu, hann talar um Krímskagan, hann talar um aldrei NATO, en auðvitað er mun fleira sem að þyrfti að gefa eftir ef að stríðin eftir að ljúka með samningum og við erum að vita alveg hvaða kröfur það eru frá Putin bara mjög lengi, en það er mjög erfitt að menn er ekki að byrja að sína spilin hjá sér hvað Zelenski segir við Donald Trump og hans menn að bak við tjöldin, það veit maður ekki, en það er allavega, það virðist vera mjög mikið feimnismál á þessum fundi að ræða í nokkuð eftirgjöf á landi í Úkraínu. Sem að er samt það sem að Trump leggur bara áherslu á, bæði fyrir fundin og eftir fundin. Kann að vera þarna, Hilmar, bara ger ólíkt mat á stöðunni á vígvellinum, að Bandaríkjamenn líta svo á að stríðið sé einhver leyti tapað, að ef þau heldur áfram að þá muni staða Rússlands bara að batna. En Evrópu leiðtogarnir þeir meta þess svo að Rússland standi veikt og hafi ekki afl til þess að heyja stríði lengur og gæti svona koðnað einhvern veginn undan stríðinu og það myndi þá skapa tækifæri fyrir Úkraínu og Evrópu að ná yfirhöndinni og þar með neyða Rússa í einhverja uppgjafasamninga. Heldur þetta geti verið einfallega bara ólíkt mat, leynið þjónustu ríkjanna á því hver raunverulega staðan er á vígvellinum? Já, einhverju leyti, en það virðist vera að þegar Evrópuleiðtogarnir eru að meta stöðuna, eins og þú ert að segja, að þá virðast þeir alltaf ganga út frá því að Bandaríkin séu með áfram og krefja Bandaríkin að fara fram og Bandaríkin komi með hertar refsiaðgerðir og Bandaríkin komi með alls konar hluti, vopnasendingar og gera alls konar hluti sem Bandaríkin er ekki tilbúin að gera. Trump er komin alveg á endastöð með þetta. Ég held að það sé alveg líklegt að þetta komi ekkert út úr þessu, þetta stríði bara haldi áfram og Bandaríkin muni draga sig út úr og Evrópa muni sitja uppi með þetta mál. Það er alveg líklegt og þetta muni bara ráðast á vígvellinum og þá getur orðið uppgjafa samningar eins og þú varst að tala um. En það er eins og þeir gangi alltaf út frá það að Bandaríkin sé ekki alvara, þeir eigi eitthvað vopn sem þeir eigi ekki til eða vilji gringa svoleiðis á sínum vopnabyrðum að Bandaríkin sjálf verði í hættu eins og þeir gangi eitthvað út frá því. Ég held að það sé ekki að fara að gerast. Trump er að gera eitthvað svona loka tilraun, en ég held að það komi bara að því þá dregur hann svo út úr þessu. En mér finnst leiðtogar Evrópu vera mjög óraunsægir í þessu máli. Ég veit ekki hvort það sammála mér í því. Og það er líka þetta að Trump eðlilega útilokar það að koma inn með hermenn inn í Úkraínu, en mér skilst að Þjóðverjar, Frakkar og Bretar séu tilbúnir að fara með hermenn inn í Úkraínu og kalla á friðargæsluliða. Og ég meina þetta er allt öðruvísi nálgun gagnvart Bandaríkjunum. Bandaríkin vilja ekki fara með hermenn. Þeir tala um að Trump talaði á einu stað, við skulum samt að athuga það þegar Trump er að tala, hann getur skipt skoðun á klukkutíma fresti. Við getum sagt að hvað hann er að segja, við getum sagt að menn við erum að tala saman núna hvað Trump sagði, og svo getum við heyrt í hann eftir samtalið og þá er hann með eitthvað allt aðra skoðun. En hann hefur útilokað að hermenn komi inn í Úkraínu frá Bandaríkjunum og hann hefur sagt að Bandaríkin geti samhæft aðgerðir og einum stað sá ég Bandaríkin geti tekið þátt í að styrkja loftvarnir, eitthvað slíkt en allavega hann vill ekki fara, Bandaríkin vilja ekki senda hermenn að inn og lendi í beinu stríði við Rússland. Þetta væri það mjög óheppilegt að tvö stórveldi, bæði með tvö stærstu kjarnorkuveldi í heiminum væri komin bara beint
inn í stríð, inn í Úkraínu, það væri mjög mikil hætta og ég held að Trump átti sig alveg á því og hann vill draga Bandaríkin út úr þessu því að hann er bara með tóm vandræði í Miðausturlöndum og svo hann líka hafa Bandaríkin mjög þungar áhyggjur af því hvað að gera hérna í Austur-Asíu. Það er bara Bandaríkin hafi ekki getað beitt sér og Kína að stækka og Kína að þrengja mörgum ríkjum hérna í kring eins og stórveldi gera. Hætta á Suður-Kínahafi og Austur-Kínahafi, vandamáli kring Tævan, alls konar vandamáli hérna í gangi og Bandaríkjamenn get ekki beitt sér að þessu, vorum við að tala um það sko fyrir Kínverja fínt að þetta Úkraínustríð haldi áfram og Bandaríkin sé upptekin við það, en ég held að Bandaríkin vilji draga sig út úr þessu og þess að segja það ef Evrópuleiðtogarnir halda svona áfram, þeir náttúrulega voru búin að stimpla svo svolítið út með því að segja að það ætti ekki að tala við stríðsglæpamann, ætti ekki að reyna að semja. Það er það sem þeir búin að vera að segja. Núna vil ég að semja. Það heyrum við hérna, Hilmar, það heyrum við hérna frá íslensku stjórnvöldum að það bara að þýð ekkert að semja við Pútín, hann svíkur alla samninga og því sé allt samtal við hann eiginlega gagnslaust. Já, en samt talað semja vopnahlé og okkar leiðtogar víða í Evrópu töluðu að sigra Úkraínu vígvöllum. Hún varð að sigra. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem var á Íslandi ekki fyrir lengur síðan, þú getur bara að googla það, hún talaði bara að sigra Rússland á vígvöllum. Þetta er náttúrulega algjörlega óraunhæf hugmynd hjá henni og ég held að okkar stjórnmálamenn hafi nú einhver leyti verið að bergmála þetta. Og það mátti ekki semja af því að Pútín var eins og Hitler. Nú alveg augljóst og það mjög erfitt að semja við Pútín. Það engin spurning, hann mjög harður í horn að taka og hann ekkert að reka einhverja góðgerðarstofnun. Hann bara að hugsa og það ekki heldur Trump að gera, hann bara að hugsa sínar þrengstu sínar þrengstu hagsmuni og Rússlands og Trump að hugsa sínar þrengstu hagsmuni og viðskiptatækifæri og að láta Evrópu borga, láta Úkraínu borga með auðlindum og láta Evrópu borga með alls konar millifærslum. Hann hugsa bara eins og fasteignasali sem að selja fasteign eða að kaupa fasteign, hann vil græða sem mest á þessu og það það sem að gerast núna og eins og varst að nefna á hana að hann vill að koma með vopni, það er Evrópa á að borga fyrir þau og við vitum alveg að það eru stóra Evrópuríki eins og Frakkland og Ítalía sem allir ekki að gera það, þá er eftir Þýskaland, Norðurlöndin gera eitthvað í þessu, Ísland náttúrulega skiptir ekki máli í þessu samhengi og Holland, kannski Kanada, en þetta ekkit voða mörg lönd sem eru tilbúin að gera þetta og þau eru ekkit í vel stakk búin. Fyrir utan það að í Úkraínu ekkit aðal vandamáli vopn. Aðal vandamálið skortur á hermönnum, skortur á mannafla og fyrir utan það að þá eru vopni sem vantar, þau eru ekki til. Þannig að það er annað vandamál. Þannig að þetta er voðalega skrítið hvernig þetta er hugsað og mér finnst eins og þú ert að tala um að Evrópuleiðtogar vilji halda áfram það er eins og þau gangi út frá því að Bandaríkin haldi áfram og treysti á það og vilji sambæra Donald Trump og Bandaríkin að halda áfram og semja ekki neina friðarsamninga, krefjast vopnahlés og neyða Rússland í þetta og neyða Rússland í hitt sem að manni virðist ekki vera raunhæft því að það sem maður er að heyra ekki bara frá bara líka frá bara stórum fjölmiðlum sem töluðu að Úkraína myndi sigra á vígvellinum, þessi stóru fjölmiðlar eru farnir að tala um það núna að það er allir sammála það að Úkraína í vök að verjast og viljanni getur brotnað hvenær sem og svo framvegis og Trump sagði það bara á fundinum, ekki sem fundi núna í Hvíta húsinu sem var núna heldur fundinum áður, hann sagði bara við Zelenský eitthvað á þá leið að þú getur haldið áfram í 3 ár í viðbót en þá voru tapar öllu og það er það sem maður óttast. En ég get alveg skilið að þú segir að þú sért ruglaður í þessu því að maður er sjálfur, það er voðalega erfitt að átta að fá heilda samhengi hvernig hægt er að ljúka þessu og í hvaða farvegi þetta er. Eins og hann sagði á fundurinn sem þú ert líklega vitnað til, hann sagði að þú ert ekki með nein spil á hendi, þannig að þú ættir að sætta við þetta. Og sömuleyti er það sem hann segir núna eftir fundin í Washington, ber merkið þess að hann sé á þeirri línu núna. Hann er að segja að Úkraínumenn veri bara að sætta sig við orðinhlut í stríðinu sem að þýðir að gefa Donbass og stóra
hluta af 2 óblasti viðbót pluss Krímskaga að þeir verði að setja sig við þetta. Og það boltinn sé hjá Úkrænumönnum og að kyngja þessari stöðu ef þau vilja fá frið. Hinn kosturinn að stríðið haldi áfram, mannfórnir haldi áfram og að öllu líkindum verði staðan einfallega verri til lengri tíma. Þetta svona, merkja þetta, má ég aðeins klára, að síðan koma Evrópu þjóðirnar og fyrir fundin í Alaska, að þá var meðal annars kanslari Þýskaland sem var með svona skilyrði í Evrópu sem að voru að Úkraína ætti að vera á borðinu og ekki yrði samhugnin landamæri nema Úkraínumenn myndu samþykkja það. Það yrði harðar refsiaðgerðir ef að Pútín myndi ekki beygja sig. Þessu var öryggistryggingarnar og þær næðu yfir Atlantshafið var tekið fram. Þannig að það verði þá öryggistryggingar sem að Bandaríkjamenn tækju þátt í því. Með því að tala núna eins og við erum ekki að fara að senda vopn þarna en þið með kaupa okkur vopn og senda það og meiri segja nefnd tala eins og Evrópuleiðtogarnir hafi samþykkt 100 milljarða bandaríkjadollara sem eitthvað svona 12.500 milljarðar íslenskra króna sem þeir varu til í að kaupa og Trump gæti þá bara kynnt innanlands sem efnahags innspýtingu inn í bandarískt samfélag, þannig að hann myndi græða á þessu pluss það eins og þú ert að benda á, þá vill hann græða líka á námum og auðlindum Úkraínu. Þá var maður velta fyrir sig, hver afstaða Evrópu í þessu, að ég held að allir Evrópuleiðandi vita það að þeir geta ekki einir varið Úkraínu á vígvellinum, þótt að þeir séu til í að kaupa vopn af Bandaríkjunum, þá þeir líklega til í að kaupa vopn af Bandaríkjunum sem einhvern gjald fyrir það að Bandaríkin fari ekki frá Úkraínu, heldur haldi áfram stuðningi þar. Séu til að greiða fyrir það vegna þess að það eiginlega eina leiðin sem að Evrópumenn sjá að halda stríðinu áfram í vonum að stríðslukkan snúist við og Úkraínumenn fái betri stöðu, þannig að þetta neyða Rússa að einhverjum slæmum samningum. Eina leiðin til þess að gera það að Bandaríkjamenn séu með, en það sem að Trump og Bandaríkjastjórn á leiðinu út að þá verðum við bara að borga fyrir það eða þá að þeir meti það sem svo og það sé kannski ástæðan fyrir það að þeir fylltu liði til Washington að það séu að þeir eru höfða til sjónarmiða í Bandaríkjunum sem segja það að ef að Bandaríkin ætla að hafa allt aðra stefnu í Úkraínu heldur en Evrópulöndin að þá muni það kljúfa á milli sitja NATO raunverulega í hættu það sem að með þessu væri Bandaríkin svona hálfpartin að stíga eiginlega út úr NATO því það afstaða eiginlega allra leiðtoga Evrópu að mesta öryggisógnin sem að steðjar að Evrópuríkjum NATO sé ástandi í Úkraínu og með því að Bandaríkjamenn drægi sér tilbaka og taki ekki þátt í því þá eru þau eiginlega að setja framtíð NATO í hættu þannig að það sé að beita pólitísku þrýstingi á Trump innan úr Bandaríkjunum til þess að hindra það að hann drægi sér tilbaka í Úkraínu. Einhvern veginn svona lesi ég stöðuna eins og núna. Já, þetta er alveg ágreining en sko við vitum það að Trump hann vill vinna meira einhliða heldur en gegnum alþjóðastofnunir eins og NATO eða eitthvað svona samtök. Hann vill vinna meira einhliða og á grundvelli Bandaríkjanna sjálfra og hann með allt aðra stefnu í þessum málum heldur en Evrópuleiðtogarnir og ég býst við því það sem hann að segja sko í fjölmiðlum að svona vitna til sé það sem sagt á bak við tjöldin, svona það sem við eigum ekki að heyra. Að Úkraína verði bara að sætta sig við að hún að tapa þessu landi en það veit ég engi dæmi þess að þegar búið að taka land með þessum hætti sem búið að gera að landi sem búin að herna með eitthvað land fara að skila því tilbaka. Ég veit að þú veist tilvik í sögunni það sem slíkt hefur gerst. Ég held að sé að enduróma það. En Donald Trump hefur ekkert mikinn áhuga á NATO. Svo finnst mér þetta, sko, ég fór að sækja fundi NATO fyrir 30 árum. Og þá voru 4 ára tímabil og þá var byrjað að tala um þetta open door policy þannig að það voru Sovétríkin nýfallin og lönd eins og Eystrasaltsríkin voru að bera víurnar í NATO og mörg önnur lönd sem vildu komast þarna inn og þá var svona open door policy en auðvitað þýddi open door policy að NATO stækkar og stækkar skuldbindingarnar verða meiri og meiri það er verið að taka inn lönd sem hafa landamæri við Rússland það sem eru stór á landamærunum með stór fjöldi, mikill meirihluti íbúana eru rússneskir, þetta eru svona það sem kom upp svona mikla þjóðernisdeilur að vera að taka svoleiðis löndin inn í NATO, gerir NATO miklu hættulegra heldur en það var
og svo núna svo stað komin upp að Bandaríkin vegna þess að Bandaríkin eru með þeirra ríkisfjármál og skuldastæðir og slæm að þeir hafi ekki lengur efna á að halda NATO gangandi og vilja það ekki, vilja fara að selja vopn eða verða átök í Úkraínu eða láta Evrópu borga miklu meira. En eins og hafi enginn í Evrópu hugsað fyrir heildar útkominni út úr þessu. Þannig að NATO, í augum Trump NATO eitthvað svona vandræðabat sem að þvælist fyrir og Evrópuríkin vilja halda í NATO og vonum það að Bandaríkin haldi áfram að vera leiðtogi einhvern veginn. En það eins og sé enginn hafi hugsað fyrir þessu og ég veit ekki svona hvort að sum Evrópuríkin vilja halda áfram að stækka NATO vegna þess að þá hugsaðu þessu svo ekki þá erum við að útbreiða lýðræði og lýðræðisríki fara aldrei í stríð hvert við annað og þá sem flest ríki inn í NATO til þess að lönd verði háð hvert öðru og þá minni líkur að þau fara í stríð hvert við annað og svo framvegis og setja öll löndin í sömu alþjóðastofnanir. Þetta var svona hugmyndafræðin í svona þessum lýðræðisríkjum Evrópu og Bandaríkjunum. Það þarf að gera löndin háð hvert öðru, öll löndin verði lýðræðisríki og slíkir hlutir útbreiða lýðræði, það gerir heiminn svo miklu betri. En þetta hefur bara ýmsar aðrar afleiðingar. Sérstaklega þú ert að taka inn lönda sem að það eitthvað 20-25 milljónir Rússa sem að þegar Sovétríkin féllu urðu bara utan við landamæri. Þegar Sovétríkin féllu þá allt í vaknaði þetta fólk í allt öðru landi eftir að Sovétríkin féllu og þessum stöðum eru mjög mikla líkur á átökum eins og hafa orðið í Úkraínu. En það eins og menn hafa ekkert hugsað þetta og að NATO sé að skuldbinda sig að verja svona lönd eins og núna til dæmis, ef við vitum það að Úkraína núna fari í NATO, Evrópuleiðtogar eru ennþá að tala Úkraína fari í NATO og þegar Bandaríkin dragast út úr NATO, hvernig ætla Evrópuríkin sem að stærstu ríkin eru mjög illa stödd, öll sömul, Þýskaland skást en samt illa statt, það verður ekki verið hagvöxtur þar í 3 ár. Að hvernig ætla það að standa undir þessu? Það eins og hafi ekki verið nein heildar hugsun að hvað open door policy myndi þýða fyrir NATO fjárhagslega og hver ætti að borga fyrir þetta. Og svo þegar Kína er að vaxa svona mikið og Bandaríkin finna sig knúin að fara að sinna því máli betur og ástandið í Miðausturlöndum er mjög slæmt. Hvernig á þetta að gerast? Þetta er alltaf einhvern svona tvístarar hópur. Enda Evrópusambandið náttúrulega ekki þjóðríki. Þetta eru 27 ríki, 27 þjóðríki sem eru að hugsa mismunandi hugsanir, mismunandi hagsmuni og þess vegna verður útkoma ruglingsleg og þess ekki skrítið þó að ég og þú rugglist í rýminu þegar við verum að reyna að skilja hvað er að gera það. Já, en mættum við þá aðeins velta fyrir okkur kannski framtíð NATO að því að eftir innrás Rússa í Úkraínu þá var oft talað að NATO hefur bara aldrei staðið sterkar, Svíar og Finnar gengu inn í bandalagið. En núna þegar eins og ég var að benda á þann er mesta öryggisógnin eins og Evrópuríkin skilgreina það sem er Úkraínustríðið að burðar ás NATO, Bandaríkin, eru bara með eitthvað allt aðra túlkun á því af ógninni sem að þar er. Og maður er erfitt að sjá, þetta hlýtur að vera mestu krísutímar sem að NATO hefur nokkru sinni gengið í gegnum. Já, NATO lítur bara illa út. Sko, NATO er bara í þeirri stöðu að stríðið í Úkraínu er að tapast. Og ég efast að nokkur hjá NATO, ég var að taka viðtöl í höfuðstöðu NATO rétt árið stríðið braust út. Þá var ég að klára bók sem fjallaði Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og Vísegrænlöndin. Ég var að bera saman aðstæður þessara landahópa. Og maður hafði á tilfinningunni að menn voru svo samferður það að NATO væri algjörlega ráðandi í Evrópu og bara hvar sem er í heiminum. Þetta verið svo öflug stofnun og náttúrulega er þetta óskaplegt bákn, þarna skrifstofubákn og að reisa þarna nýjar höfuðstöðvar. Og einhvern veginn að tala það að Rússland væri bara lélegt og gæti ekki neitt og væri bara hefði ekkert í NATO að gera. En það sem við erum að sjá bara er það að það er ekki alveg samstæðina NATO og þessar hugmyndir hjá NATO væri að það væri bara nóg að Úkraína fengi réttu vopnin og réttu ráðgjöfina, þá myndi hún vinna Rússland á virðinum. Það hefur ekkert ræst og svo náttúrulega stærsta landi sem að er í NATO hvorki hefur burði né vilja til að halda NATO gangandi og þá eru Evrópa sem þarf að taka við
og svo erum við líka annað í þessari stöðu og það er það að löndin í Austur-Evrópu, sérstaklega eins og Eistland, Lettland og Litáen, Pólland og þessi lönd, þau treysta ekki Þýskaland og Frakklandi. Auðvitað ef við erum að skoða sko Evrópu, þá er Þýskaland og Frakkland í Evrópusambandinu aðalöndin og svona Bretland líka sem er í mjög slæmi stöðu og svo sko Eistland, Lettland og Litáen og Pólland treysta þessu löndum ekki. Þannig að það er voðalega lítið traust innan Evrópusambandsins og það er líka klofningur innan NATO. En það sáu það þegar Úkraína var að tala um Úkraína færin í NATO, þá voru Þjóðverjar og Frakkar algjörlega á móti, ég held að Ítalir hafi líka verið á móti þessu og á meðan líka á meðan sko Eistland, Lettland og Litáen og Pólland og þessi Austantallslönd voru vildu þetta og enda þau treysta Bandaríkjunum. Þau treysta Bandaríkjunum í öryggismálum. En þau ljóta að horfa til þess, Hilmar, alveg á sama hátt og þjóðir heims horfðu til þess þegar Bandaríkjamenn yfirgáfu Afganistan. Að ef að Bandaríkin að draga tilbaka stuðning sinn við Úkraínu, nema bara að fá borga fyrir það, þá hlýtur það traust sem Eystrasaltslöndin, Pólland og fleiri lönd hafa lagt á NATO og þá í þeirra huga er NATO bara Bandaríkin, að þá hlýtur það traust að vera miklu veikara núna að það sé hægt að treysta Bandaríkjunum fyrir öryggi þessara landa. Já, en það er alveg ljós sko að það sem ég hef heyrt frá Eystrasaltsríkjunum er algjör hneykslun á þessum fundi í Alaska. Það er að segja þessi að stríðsglæpamaður sem ætti að vera í fangelsi að hann sé bara allt í einu tekið á móti honum eins og tekið á móti Pútín með rauðum dregli og mikilli viðhöfn og þarna voru Trump og Pútín alveg svo aldavinir greinilega sko Pútín kann greinilega alveg hann kann alveg á Trump ég meina Zelenski kann ekkert á Trump ég meina þú veist hvernig sauð upp úr í Hvíta húsinu og núna var það þannig þegar maður heyrði Zelenski ég veit ekki talið oft upp hvað hann sagði oft thank you við Trump að því hann var að forðast að lenda í því að takk ekki nóg fyrir sig en allavega sko Trump að Pútín hann kann á Trump og getur fengið hann til þess að spila með og það fór mjög vel á með þeim og Trump virðist tala að hann sé vinur sinn. Þú getur ímyndað hvernig Eystrasaltsríkjunum líður að sjá þetta. Þau líta á að þarna sé verið að upphefja stríðsglæpamann og auðvitað hljóta þau að hugsa sig hvað er að gerast. Eins í Austur-Asíu þegar að stríðirna standi yfir 3,5 ár það er að tapast. Þrátt fyrir stuðning Bandaríkjanna og NATO var hljóta löndin svo Taiwan eða Japan eða Suður-Kórea að hugsa hvernig verður ef þeir ráðast á okkur verður styrjöld einhver tíma og síðan bara draga Bandaríkjunum út úr málinu. Þau velta fyrir sér og ég veit ekki í Ástralíu þá hugsa menn þessu sömu hugsanir. Þannig að hvernig þetta hefur farið held ég hefur komið mörgum á óvart og það er alveg ljóst að NATO hefur ofmetið sjálft sig. Annað sem kemur í ljós er það að Vestur-Evrópa og Bandaríkin er að framleiða fullkomin dýr vopn, þessarlega Bandaríkina sem er búið að einkavæða mikið af vopnaframleiðslunni, mjög dýr vopn, eins og bara ein eldflauga sem er kallað Intercept Missile, Patriot, kostar $4 milljónir að stykki, á meðan að Rússland er að framleiða út frá gömlu Sovjetverksmiðjunum gríðarlega mikið magn, sama gerir Norður-Kórea, sama gerir Íran einhverju leyti, gríðarlegt magn og svo þegar stríðið stendur svona lengi þá fyrir magnið að skipta máli og það er bara viðurkennt opinberlega í Bandaríkjunum að Bandaríkin er að vera búin með þessar eldflaugar, að vera búin með þær. Það fór mjög mikið af þessu þegar var mánaðarstríð milli Jemen og Bandaríkjanna, það sem Trump ætlaði að vinna í Jemen út á Hútís sem voru að skjóta á Ísrael og voru líka að trufla siglingum Rauðahafið. Þar fór mjög mikið, ég sagt að þessum Intercept Missiles við Hútís, þeir reyndust vera miklu skæðari heldur en að Bandaríkin gerir ráð fyrir og þá hætti stríðið eftir 1 mánuð. Og svo er mér sagt líka þegar árásin var gerð, þegar Ísrael gerði árás á Íran, að þá hafi Bandaríkin farið með mjög mikið af sínum eldflaugum. Þannig að það er bara gengi mjög á vopna på Bandaríkina. Þannig að það er ekki bara kannski það að Trump
vilji ekki halda áfram. Heldur hann bara komin í þá stöðu að ef hann að hugsa öryggi Bandaríkjanna, ef að Bandaríkin til þess lenda í einhverjum átökum í Asíu, það sem miklu stærri og öflugri óvinur heldur en Rússland, sem Kína, að þá bara, það mikið vandræðamál fyrir Bandaríkin. Má ég aðeins spyrja einu, Hilmar, varðandi stöðun á vellinum að ég meina einhverjar tangarsóknir eða viðspyrna á Úkraínum mann hefur ekki orðið af því undan fyrir 2 ár. Og þarlandi fullur við að Rússar séu að hafa betur á vígvellinum, en það gengur nú ansi hægt og það raunverulega hefur víglínan sáralítið hreyfst undanfarin misseri. Þannig að það kannski ekki of mikið sagt þótt að Rússar haldi því landi sem hafa tekið, að þeir séu endilega að sigra á vígvellinum? Mér skilst bara hlutföllin séu svo ábúðslega óhagstæð varðandi hermenn, varðandi vopn, mjög óhagstæð og þess vegna einhverju tímapunkti getur þetta brotnað. Hins vegar ekki því að neita að það að Úkraína skuli halda eftir kannski tæplega 80% af landinu eftir 3,5 ár varnarsigur sem út fyrir Úkraínu. Þannig við getum alls ekki neitað því og auðvitað hafa Úkraína fengið mikla hjálp. En ég held fyrir Rússland sé ekkert endilega, ég held að þeir myndu gjarna vilja taka Odessa og Kharkiv sem við höfum talað um. Ég ekki vissum að þeir vilja taka mikið meira en það. Þeir eru aðalega sem aðganginn að Svartahafinu og svona stórar borgir, hafnarborgina Odessa verið gríðarlega mikilvægt fyrir þá og geta saminast það við það sem Transnistríu í Moldóvu og náð Kharkiv, en það alveg ljóst að þetta hefur verið Rússum mjög erfitt þetta stríð. En svo líka ekki endilega þeir séu að ná einhverju landflæmi. Þeir eru að ná iðnhéruðunum og svæðunum í Úkraínu sem eru mestar auðlindir. Þetta snýst að miklu leyti auðlindir. Og Krímskagi náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægur því að Rússar kannski ekki hugsa sér að Úkraína fer inn í NATO og það þetta yrði NATO flotahöfn Krímskagi. Og þar með myndu Rússar náttúrulega missa algjörlega aðgang að sjó þarna, aðgang að miklu leyti að sjó á Svartahafinu, það mjög viðkvæmt. En það alveg rétt sem þú segir að víglínan hefur ekki verið að færast mjög mikið, en ég held að allir búist við því sem ég alveg hættur að heyra fólk segja það að Úkraína sé ekki í vörn og bara hlutföllin, hvað miklu fleiri hermenn, kannski 3-4 sinnum fleiri Rússar, og svo bara vopnabyrðirnar að þau hlutföll líti illa út, en það ekkert skrítið að við þessar aðstæður þá Úkraína að kalla meira og meira eftir vopnahléi. Ég meina segjum að Úkraína það væri ekkert að hreyfast mikið og það væri svona jafnræði á vígvellinum, að þá væri Úkraína ekki kalla eftir vopnahléi þetta. Ef að Rússar vera að tapa þá myndu þeir vera að kalla eftir vopnahléi, en það eru Úkraínumenn sem að kalla eftir vopnahléi og það vegna þess að hlutföllin, hermannahlutföllin eru orðin svo óhagstæð. Úkraínumenn farnir að þjálfa gamla menn og svo unglinga og þannig að það það sem gerist og það ekki bara það að Vestur-Evrópa geti ekki skaffa vopnin sem að þau eru að vera búin, heldur það að það alveg ljóst að meðan þið stríðir í gangi þá NATO ekki að fara að senda hermenn þarna inn, það það sem þyrfti. Og það það sem Zelenský náttúrulega raunverulega vill. Hann vill fá NATO í heild sinni í stríði við Rússland. Það eina leiðin fyrir hann til þess að komast frá þessu. Hann getur ekki sigrað Rússa einn, heldur verður hann að draga NATO og helst Bandaríkin inn í bein átök við Rússa. En það ekki kannski, hefðu við talað saman fyrir Alaskafundin og Washingtonfundin, að þá hefðu við líklega dregið upp að það svo langt á milli deiluaðila, ef við getum sagt þess að svo, að kröfur Rússa eru með þeim hætti að það eiginlega ómögulegt fyrir Zelenský að fallast á það. Kröfur Evrópuríkjanna eru þannig að það engin von til þess að Rússar fallist á það. Það að klofna á milli Bandaríkjanna og Evrópu í afstöðum til stríðsins og þessi fundir, bæði Alaska og Washington, hafa bara engu breytt það. Þannig að staðan eiginlega nákvæmlega saman að þeir sem halda að fundurinn í Washington leiði til einhverja friðarsamninga fljótlega
kannski það bara villuljós, það eiginlega ekkert sem betur til þess, enda var kannski talað á fundunum að Trump talaði að hann væri í símasambandi við Pútín eins og gæti verið bara skellt upp friðarsamningum í kvelli, menn tala ekki þannig í dag, menn að tala að Zelenski og Pútín getur hist bara einhvern tímann næstu vikum eða eitthvað svoleiðis, þannig að eins og menn séu að ýta þessu bara sem lengst inn í framtíðina vegna þess að niðurstaða þessara funda svo að við erum engu nær friði. Nei, ég alveg sammálaður og ef ég ætti að dæma þetta með þessa stöðu, líka því að Donald Trump setur sig inn í einn smáatriði. Hann ekki maður sem hann skiptur skoðun á klukkutíma fresti og hann setur sig inn í einn smáatriði. Við tökum svo hérna það sem ég núna, ég í Tælandi og það var átök með Kambódíu og Tælands, Trump kom að því eitthvað, en þá var sérfræðing maður sem heitir Anwar Ibrahim sem forsætisráðherra Malasíu sem Malasía í formennsku fyrir ASEAN sem samtök Austur-Asíuríkja, hann skildi öll smáatriðin og dró saman Kambódíu og Tæland og svo fékk hann líka Bandaríkjamenn og Kínverjar til að vera á fundinum og var svo sjálfur líka sem formaður ASEAN. Hann skilur öll smáatriðin og hann gat samið hann gat búið til raunhæfan samninga því hann skilur hvað að gerast. Trump ekkert með þetta á hreinu, en það kannski ekki við því að búast. Svo annað vandamál með Trump, hann hefur ekki, eða sýnist þér, hann ekki með nógu gott lið í kringu sig. Sjáum eins og svo Reagan í Höfða, þegar hann samdi við Gorbachev. Hann hafði George Shultz, sem var mjög hæfur utanríkisráðherra. Og Trump hefur ekkert svoleiðis mann. Richard Nixon, hann hafði Kissinger. En Trump ekki umkringdur aðilum sem eru líklegir til mikill að afreka. Og mér sýnist að leiðilegt að segja þetta, liðið sem í kringum Pútín sé harðsnúnara lið, eins og Lavrov og þetta lið. Þetta harðsnúið lið og ég ekki að segja að þetta sé geðfellt lið, ég ekki að segja það, þetta bara harðsnúið lið og menn sem að setja sig inn í hlutinu almennilega. Og Pútín, hann getur lesið skýrslur Pútín. Ég sá í gær svona þegar ég var eitthvað að reyna áttam á þessu, það var viðtal við John Bolton sem að finnst nú ekki leiðilegt að tala illa Trump, en hann var að rifja upp það að hann var í fylgdarliði hans þegar Trump hitti Pútín í Helsinki held ég. Og þá var hann að segja það að hann var að reyna að fá hann til þess að undirbúa sig fyrir fundin og búið að senda honum alls konar skýrslur frá öllum öryggisstofnunum Bandaríkjanna og hann var svona að reyna að undirbúa forsetann og hann hafði ekkert að lesið af þessu og hann sagði það var verið að reyna að tala við hann en Trump hafði þá verið að horfa á það sem að hann kallaði FIFA-fútból sem þá sokkar frá Bandaríkjunum séð, það sérst evrópska fótboltan sem að Bandaríkjamönnum finnst vera nú mesta tímaeyðsla í heimi en það var það sem að Trump kaus frekar að eyða tímanu sinni í heldur undirbúa sig undir fundi við Pútín. Já, sko, Trump lítur á sjálfan sig sem snilling og hann bara segir það sem hann dettur í hug það augnablikið. Og svo segir hann eitthvað allt annað eftir klukkutíma. Það þarf ekki að hugsa allt sem að dettur út munninum á honum snilli. Já, hann virðist líta þannig á það sjálfur og hann vaknar að næturnar og fyrir á samfélagsmiðla og segir eitthvað. Ég meina venjulega í svona stóru land eins og Bandaríkinu, þetta risa stórt land og ríkt land og allt það, að þá væri allt sem kemur frá forsetanum yfirfarið og búið að skoða það og reynda að vanda til því það er svo mikilvægt að landa eins og Bandaríkin sem hefur svona miklu hlutverki gegn að sé ákveðin stöðuleiki og það sé búið að íhuga og ígrunda það sem að verið að gera og það koma margir mjög hæfir aðilar að því en maður sér það ekkert með Trump en það ég meina ef hann að skipta skoðun svona oft eins og hann gerir þá það merkir þessu líka annað sem ég skil ekki að það að Witkoff sem klár maðurinn eru fasteigna bransanum á Manhattan í New York að ég alveg viss að Pútín hefur farið ítalega með hann hverju kröfur hans eru en það virðist ekki vera að það hafi komist í skila til Trump til dæmis að Pútín vildi friðarsamningin ekki vopnaleg fyrir hann kom til Alaska þannig að það eins og að samskiptin sé ekki í lagi sko. en ég sé engan aðila í liði Trump sem á svona háum kalibri sem ég var að nefna George Shultz sem var þegar kaldastríðinu lauk eitthvað slíkir aðilar, hann hefur ekki slíkt í kringum sér, spurning hvort hann myndi notast við það, ég veit það ekki
en hann setur sig ekkert inn í neinn smáatrið og það er það sem er ákveðin vandi og tala bara að afsala sem Krímskagan og ekki NATO og segja svo að Pútín sé vinur sinn og hann muni gera þetta fyrir sig að leysa þetta, það gengur ekki. Þess vegna held ég að þetta sem mér heyrist að vera að segja að þetta stríð haldi bara áfram og það kom ekkert út úr þessu sé líklegasta útkoman og að Trump drægi sig bara út úr þessu. Það mér finnst það líklegasta niðurstaðan en auðvitað er ekki þetta slátt út á borðinu. Svo bara eru Evrópuleiðtogarnir að koma á meðan Trump er að reyna að þoka málinu nær samkomulagi þó hann fari ekki alla leið, þá eru Evrópuleiðtogarnir að ýta í öfuga átt er það ekki. Meiri viðskiptaþvinganir og alls konar refsiaðgerðir sem er ekki til þess fallið að Pútín fari eitthvað að tala við þá eða reyna að semja. Þetta er svona Evrópa vilji ekki semja og svo kemur Hilmar, staðan er einfaldlega sú tillaga sem að Trump vill að verði farin að Evrópuleiðtogarnir líta á það sem verstu niðurstöðuna. Það er betra að halda stríðinu áfram heldur en að fallast á svona þá lendingu sem að Trump telur að sé eina leiðin til þess að enda stríði. Þetta er bara eins og þegar fólk er að deila, þetta næst ekki saman. Það er bara, ég held að fólk ætti bara hætt að hugsa það, að það sé einhver leið á því að þessi sjónarmið nái saman, þau eru svo ólík. Já, þeir hugsa líka svo ok, ef við gefum eftir í Úkraínu þá er bara vandamál víða á landamærum Evrópu og þannig að sko þeir hugsa þetta þannig sko, ég meina, en auðvitað voru mistökin að hluta til gerð afdrifarík mistök gerð þegar að vera að tala um Úkraína færin í NATO og Vesturlönd hafa verið mjög misvitur í samskipti við Úkraínu og sér líka svo Búdapest samkomulagið 94 þegar Bill Clinton forseti Bandaríkjanna og John Major sem var forsætisráðherra Bretlands fóru til Búdapest og fengu Jeltsin og Jeltsin var með og svo Kučma forseti Úkraínu, Kučma sem þá var til þess að samþykkja að láta öll kjarnorkuvopna hendi til Rússlands og þetta væri eitthvað og þau gáfu öryggistryggingu, skriflega öryggistryggingu þegar við erum að tala um öryggistryggingu fyrir Úkraínu, það gáfu Bretland og Bandaríkin öryggistryggingu eða þess að þau myndu passa það að Úkraína að landamæran myndi ekki breytt frá því sem voru 1991 og við vissum þessu öryggisrygging skipti engu máli, hún var algjörlega ónýtt og það sem gerðist þannig að sko samskiptið Vesturlanda við Úkraínu er einn sorgarsaga en svo líka er þetta að Vesturlönd vilja bara alls ekki viðurkenna það að NATO skipti neinu máli fyrir Rússland, þetta sé bara sýndarmennska. Þannig ef að þeir trúa því, segjum að Pútín segja, ok, ég vil ekki hafa þetta bandalag sem var sko, sem ég líti á sem fjandsamlegt, ég vil ekki hafa það alveg upp að landamæran hjá mér og ég vil ekki að sé vera að raða NATO-hermönnum upp að landamæri hjá mér. Evrópubúar segja bara þetta og Bandaríkin segja þetta skipti engu máli fyrir Rússland og þetta sé bara hann sé raunverulega vilja endur þessu Sovétríkin. Þá er engin skilningur en ég meina við vitum alveg það að í samskiptum Pútín við Vestur-Evrópu þá er þetta hlutleysi og að það sé ekki verið að setja erlenda hermenn inn í Úkraínu eða NATO-hermenn, hvort sem það er formlega eða baktina megin. Að þetta er ekki viðurkennt, þau bara viðurkenna þetta ekki, þannig að þeir taka þetta ekki alvarlega. En Trump hefur hins vegar sagt það. Hann hefur sagt að það sé, ég bara heyrt að segja það í fjölmiðlum, hann hefur sagt að það sé viðkvæmt fyrir land eins og Rússland að vera með NATO-hermenn upp í landamærin sér. Þess vegna hefur hann ekki viljað senda neina NATO-hermenn, hann er bara að segja hann allir ekki gera það, á meðan að Bretland, Frakkland og Þýskaland eru til í að senda það sem þau kalla friðargæsluliða þarna inn. Þannig þetta verður sko, ég meina þetta verður óttalega súpa, ég skil vel að þú ert að segja, ég meina það er erfitt að átta sig á þessu, ég er sjálfur Evrópubúi og ég hef búið í Bandaríkjunum í 10 ár, ég myndi gjarnan vilja skilja betur hvað þessir aðilar eru að hugsa, en það er bara mjög erfitt og það er ekki bara stækkun NATO, heldur líka Búdapest samkomulagið
þú getur ímyndað hvað hefði orðið Norður Kóreu ef hún væri búin að láta af hendi þegar Donald Trump í fyrra kjörtímabili fór til Norður Kóreu og vildi semja við þá að þeir léta hendi sín kjarnorkuvopn og þeir gerðu það ekki, að sjálfsögðu ekki, en einn aðili léta af hendi sín gereyðigáfn, Gaddafi, og við vitum hvað hann var drepinn bara í kjölfarið. Þannig að sko, ég ekki hrifinn af kjarnorkuvopnum en ég meina eftir á að hyggja og mér fannst þetta skrítið sjálf, ég bjó í Bandaríkjunum þegar þetta var gert 94 þegar Búdapest samkomulag var gert, mér fannst þetta voðalega skrítið samkomulag, en þetta var gert svona og svo líka með svona samninga, eins og til dæmis bara alþjóðlega samninga eða eins og Búdapest memorandum, að ef að stórveldi telja sínum hagsmunum ógnað, þá skipta alþjóðalög og alþjóðasamningar engu máli, þessu bara sópa til hliðar og það skiptir engu máli, hvað stendur í svona pappírum. Þannig að sko, ég veit ekki alveg hvernig þeir alltaf vinna, veita þessu öryggistryggingu, ég veit ekki hvernig þetta að gera það, en mér líst ekki sérstaklega vel á það ef það á að fara að setja NATO-hermenn inn í Úkraínu. Ég held að við komum algjörlega skýrt fram fyrir Rússlandi að þeir munu aldrei samþykkja það, ef það á að semja, auðvitað er þetta að segja að við ætlum ekki að semja við ykkur, við setjum NATO-hermenn inn og við ætlum bara að fara í stríð við ykkur, en ef þeir ætla að semja við þá gengur það ekki upp og Rússland hefur sagt að bara það verður aldrei samþykkt, það er alveg sama hvaða formið þessir hermenn koma inn, hvort þeir koma sér friðargæsluliðar eða hvernig sem það verður aldrei samþykkt. Þannig að ég er alveg sammála þessu, heyrðist þér þinni greiningu að líkurnar á því að verði samið með við þennan ruglinga, það eru mjög litla líkur. Takk fyrir Hilmar, við sjáum til ef að spádómar okkar rætast ekki og verður samið skyndilega þá fæ ég að heyra í þér og ræða við samningsdrög ef einhver eru. En takk fyrir að taka síma. Já, vonandi höfum við rámt fyrir okkur. Já, það má eiginlega segja alltaf í lok samtala. Ég vil ekki treysta á það. Við getum eiginlega sagt það í lok allra samtala okkar að vonandi höfum við bara rámt fyrir okkur. Herðu, en Hilmar, kæra þakki fyrir að koma hérna á Rauðaborðinu og veita okkur innsýn inn í þróun alþjóðamála. Takk að kærlega fyrir, takk fyrir. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, það er næsti kafli í leit okkar að ykkur skilningi á heiminum og samfélaginu, hér eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.